Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Við erum stödd á vinnukvöldi hjá björgunarsveitinni í Jökli á Jökuldal og hér þarf bara að viðra tækin. Hvað eru vinnukvöld? Þá hittust við bara hérna og förum yfir öll tæki og gerum það sem þarf að gera til að halda þessu bara gangandi. Við reynum að hafa það einu sinni í viku. Við erum búin að vera að smíða hérna inn í aðstöðuherberginu núna undanfarið kvöld og þá komum við að taka svona hlé í kvöld og okkur kaffi og grilla pulsur og hafa gaman. Þetta líka kannski svona spurning að bara það eitt líka að hittast. Já, þetta má náttúrulega ekki vera endalaus vinna, sko. Þetta er bara ákveðin félagsskapur að koma hérna og hittast, þó að sé ekki verið að gera neitt, sko. Björgunarsveitin fekk inn á Hrólfsstöðum á Jökuldal fyrir 3 árum og hafa gert húsnæðið upp frá grunni. Við höfum ekki keypt neina vinnu í þessum framkvæmdum. Eina sem var keyptum varmadælu og það kom aðeins með henni til að setja henni. Annars höfum við gert þetta allt saman sjálf. Er það svona afskaplega vel mannað í sveitinni að þeir eru nóg af kunnáttu? Já, það er náttúrulega. Við erum með alveg afbragðsfólk og smiði og rafvirkja og náttúrulega bíladellu kallar, sko, sem hugsa bílana og það munur öllu að hafa gott fólk, sko. Hundurinn Kolur er heiðursmeðlimur björgunarsveitarinnar Jökuls en auk hans er 76 manns skráðir í sveitina og telst nú því sem ein af stærri minni sveitum á landinu. Flestallir bændur í nágrenninu eru til að mynda skráðir í hana. Þeir koma þegar á reynir og það er mikill munur að hafa þá með sér, sko. Það er bara upp á reynslu og þekkingu og annað. Nú ert þú einn af stofnfélögum í björgunarsveitinni. Af hverju var þessi sveit stofnuð? Já, hún er náttúrulega kannski stofnuð fyrst og fremst til þess að halda í staðkunnuga einstaklinga sem á þessu svæðum sem er náttúrulega stórt. Þetta var svona gert til þess að ná þessum köllum sem þekktu landið. Náttúrulega einhverjar leitir og sem náttúrulega var búið að fara í sem menn sáu hvers mikið svirði var að fá heimamennina með. Við erum með 2 fullbreytta fjallabíla og svo erum við með 2 vélsleða, 3 bátinn. Við erum búin að taka nokkrar æfingar á honum. Sveitin á auk þess stórt tjald sem hún leigir út og er það stór hluti af fjáröflun sveitarinnar. Þeir keyptu í vetur stóran kassabíl til að geta flutt tjaldi á milli staða en hann nýtist einnig í að flytja tæki. Við getum sett inn í hann 8 snjósleða eða 6 fjörhjól eða 30 mótorhjól og ef það þarf að fara í stórar aðgerðir einhvers staðar hinum megin á landinu. Ingibjörg Ásta og maðurinn hennar eru bæði meðlimir í björgunarsveitinni og eiga þau saman ungan strák. Hvernig gengur að samræma fjölskyldulífið og björgunarsveitina? Við eigum góða fjölskylda. Það er það sem er. Svo stundum þá er ég heima þegar hann fer og svo var hann heima með strákinn þegar ég fór og tók þátt í rjúpnaleitinni, rjúpnaskiptinu segi ég. Þannig að svo bara tók mamma við þegar við vorum bæði og svo fór ég heim og þá tók Adam við og þannig að þetta er bara í rauninni bara lykilatriði að skiptast á og eiga góða fjölskyldu. Sveitin tilheyrir svæði 13 sem nær frá Djúpavogi til Vopnafjarðar en hún þarf þó að huga að einu svæði oftar en öðru. Og það er Háreksstaðaleiðin, klárlega. Við erum stundum meira og minna þar bara á veturnar, sko. Það er bara. Við höfum sloppið vel í vetur, það búið að lítið snjór. Já, það hefur verið lítið að gera í vetur í því. Það var bara eins og í fyrra, þá fórum við ekki oft sem fórum, en þau voru 8 til 12 tímar útköllin sem við fórum, það hefði ekki verið 3 eða 4 upp á Háreksstaðaleið. Þetta er 8-10 kílómetra eitthvað svoleiðis upp á Biskupsfjálsi sem er svona svæðin sem við erum að keyra þarna Þetta getur tekið upp undir 4-6 tíma að fara þarna fram og tilbaka í verstu veðrunum. Töluverður samgangur og samvinna er á milli björgunarsveitanna í nærumhverfinu. Við reynum að vera duglegir að taka námskeið. Jú, svo hittust við reglulega. Reynum að taka yfirleitt eina vetrarferð á ári á svæði 13. Þá koma menn saman með
með tækin sín og svona, hver fyrir lengst. Smá keppni. Já, smá tippakeppni sko. Og hver vinnur hann yfirleitt? Það er við. Það er yfirleitt sá blái sem og stendur upp úr sko. Daði hefur verið í björgunarsveit í 12 ár, en hvaðan kemur áhuginn? Já, það er nú saga að segja frá því að ég týndist sjálfur á rjúpnaði þegar ég var 17 ára gamall og þurfti að nota björgunarsveitina í Mjósveit og mér fannst þetta bara alveg geggjaði kallar sem kom á björguðu mér sko. Þannig að ég ákvað að verða bara einn af þeim. Og varst orðinn formaður í dag? Og orðinn formaður í dag. Þetta er bara öskubusku ævintýri. Klálega. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.